Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu laust upp klukkan 5:30 að vörubíll hefði lent í hremmingum hér innarlega í Hvalfirði. Hann var með tengivagn sem slitnaði aftur úr. Við það valt tengivagnin á hliðina og úr tók að leka olía. Hvernig leit þetta út þegar þið komið á vettvang? Þetta leit þannig út að það var töluverður leki úr þessu gám. Ég var með rafstöð sem var að flytja og 600 lítra tankur af dísilolíu. Og það lag svolítið hérna í læki sem hérna fyrir neðan. Og við lokum bara af vettvangi og komumst inn í gáminn fljótlega og sáum að mestu leki varslist úr aftasta hluta gámsins. Og síðan núna þegar við búin að reisa við eins og ég veit ekki hvort voru konur á staðinn að það sem sagt logaði mikið því að það voru neistaflug af rafgeyminum og rafkerfinu sem fremst í gámnum. Þannig að við vorum þóttið hræddir að hérna myndi allt fara til Árskógsstöðvar þegar eldsneytisleikinn og gufur frá honum og þessi neista mynduð þegar við lyftum honum. Þannig að það var mikil hætta á vettvangi þennan tíma? Ég geti það hafa verið, já. Hvernig hefur svo gengið að hefta útbreiðslu þá lekans og hvernig hefur verið að ná gámnum aftur upp? Það gekk bara bríðilega. Við fengum hérna aðstoð frá olíudreifingu. Þeir komum hérna með þessa pulsu sem liggur í skurðinum sem að sjúga upp það sem að fór í jarðveginn og svo verður einhverju mokað upp. Og þetta gekk bara fínt. Við fengum hérna ETS sem lyftu bílnum og þetta búið að vera bara gott samstarf allra aðila. Einhver slys? Engin slys af fólki. En þið hafa væntanlega þurft að tilkynna þar til bærum yfirvöldum, er það ekki um stöðuna? Klárt, það allt heilbrigðiseftirlitið búið að fá og Umhverfisstofnun fá að vita þessu máli og þeir eru komnir hérna fulltrúar heilbrigðiseftirlitsins í Mosó. Þannig að þetta er allt bara gert upp á 10. Er einhverjar líkur á að þetta komi til með að hafa einhverjar varanlegar afleiðingar fyrir umhverfið hér í kring? Ég hef ekki vonað því. Það er ekki komin einn flekkur hérna niður í sjóinn fyrir neðan. Í stíflu strax þegar við komum á staðinn þá mokuðu hérna fyrir ræsið. Þannig að ég held að það hafi komið í veg fyrir að færi meira ándi en eitthvað hefur alveg sleikið. Eigið þið von á því að þjóðvegurinn hér Hvalfjörður verði lokaður lengi? Nei, ég hef ekki von á því.